Næst ætlum við að heyra frá Þorsteini Guðmundssoni sem leiðbeinandi og verkefnisstjóri hjá Bataskóla Íslands. Hann ætlar að tala ungt fólk í batanámi. Gjá honum gott klapp. What the fuck, maður. Ég segi bara innilega til hamingju öll sömur. Þetta bara frábæra fréttir og frábært að fá að vera hérna. Ég eiginlega, þetta bara, ég samfærðist það sem að mér hefur lengi grunað Óli töframaður. Hlutirnir gerast bara með hringlunni og sprotanum. Og en mér langar að þakka líka þér, Óli, fyrir frábæra ræðu. Mér finnst þetta alveg ógeðslega æðislegt og þú veist, þú varst að tala að þú værir hættur í heimspeki. Þetta heimspeki og mjög mikilvæg heimspeki. Leikur og ást og svona mannlegi hluti. Þetta bara nauðsynlegt. Ég var stressaður áðan og lokaði augunum og leiði óskinn að reddast. Og lífið betur núna. Ég held að þú sér með stærsta hjarta á Íslandi og ég held að bara, við erum mjög þakklátt fyrir það. Takk. Ég fór einu sinni á handboltaæfingu, maður langar að segja ykkur það. Ég fór nefnilega líka að hugsa, gerði ég mistök að halda ekki áfram. Ég var 12 ára og ég var í fótbolta alltaf og ákvað að fara á handboltaæfingu vegna þess að það var aldrei mikið fótbolta á Vitna og ég skaut svo Háteigur marki að strákarnir sögðu allir, þú ættir að fara í körfubolta. Boltinn var næstu í fann í körfuna fyrir marki og ég veist að ég mun aldrei fara aftur í handbolta af því að ég vil ekki láta hlæja mér. Þannig að og hér ég. En Daniel, takk fyrir, hver er Daniel? Takk fyrir ræðina, áðan líka. Ég kem nú kannski til að stytta þessa ræðu sem á spjöldum, ég er ferkantaður sko. En mér langaði bara að segja ykkur aðeins frá Bataskóla Íslands og unga fólkinu þar. Og ég held að sé ekkert alveg vitlaust vegna þess að við erum svo nýbúin að stofna þetta og við erum búin að fara í gegnum breytingar og þróun og svona sem að ég held að geti jafnvel gagnast. Og Sigga og Sara komu til okkar og við svona röppuðum saman daginn og vonandi getum við lært hvert af öðru. Bataskóli Íslands byrjaði fyrir 2 árum síðan og það var samþykkt að leggja til peninga hjá Reykjavíkurborg í þetta verkefni. Þetta samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og geðhjálpar og gengur út að bjóða upp á námskeið í 7 mánuði fyrir 18 ára eldri fólk sem hefur glímt við einhvers konar geðrænar áskoranir, líka aðstandendur og starfsfólk á heilbrigðis- og velferðarsviði. Og við vorum svo heppin að fara í samstarf við marga góða aðila, Háskóla Íslands, Háskóla Reykjavík, Landspítalann og samráðsvettvang geðúrræða á höfuðborgarsvæðinu. Og Nottingham Recovery College sem svo skóli sem að við raunarum að byggja okkar skóla að fyrirmynd að. Og við fórum þangað og þau hafa komið hingað og kennt okkur að búa til bataskóla. Bataskólar eru víða og það sárlega vantaði slíka skóla á Íslandi. Ég annar verkefnisstjóri skólans og hinn Ester Ágústsdóttir og hún biður fyrir bestu kveðju. Sem sagt, nú eru 2 ár liðin síðan við Ester byrjuðum að skipuleggja skólan og það fyrstu nemendin komu inn haustið 2017 og síðan þá höfum við útskrifað 4 bekki. Og það eru 2 bekki núna í skólanum. Og þetta eru svona 100 til 120 manns sem hafa farið gegnum allt námið. Stefna skólans þessi batamiðaða hugmyndafræði sem að þið þekki sjálfsagt langt flest. Hún brýst þannig út hjá okkur að við sameinum reynslu og þekkingu. Þannig að öll námskeiðin okkar eru kennd af 2 aðilum, annars vegar sérfræðingi sem hefur farið í skóla og hefur reynslu og sérfræðingur við sviði námskeiðsins og hins vegar mannesku með reynslu.
á geðrænum áskorunum og þessir tveir aðilar semja námskeiðin saman og kenna það saman. Þannig að það væri mjög sérstakt til dæmis hér, ef þetta væri Bataskóla námskeið, þá væri við hérna 2. Hérna eru kennara, sé ég, og margir frá Bataskólanum hafa heyrt þessa ræðu áður. Allir 18 ára eldri geta sótt og við sendum okkur bara e-mail. Það kostar ekkert í skólan sem að okkar reynslu hefur verið, við metum mjög góða ákvörðun. Þó að væri lítið sem kostaði skólan að það væri hindrun. Það hefur verið svona biðlist í skólan bara frá eiginlega byrjun, en sem sagt það gengur hratt á hann og aðalega vegna þess, skal ég segja ykkur, að fyrir utan þetta fjármagn sem kemur frá Reykjavíkurborg, þá höfum við tvöfaldað það fjármagn yfirleitt með styrkjum annars staðar frá og víða af. En þessi jafningjafræðarar eru svona burðar á skólans, þetta fólk sem hefur reynsluna og það fólk sem kennir og tekur viðtölu nemendur, bæði þegar það kemur inn í skólan, þegar hættir og miðana viðtöl, fólk setur sem markmið og vinnur með fólki og þeir ná mjög vel til nemenda, ekki síst ungra nemenda. Og jafningjafræðararnir í skólanum eru sem sagt á öllum aldri og báðum kynjum og svona í framtíðinni þá munum við sem sagt miða við það að jafningjafræðarar í skólanum hafi gengið í gegnum námið sjálfur eða sjálf og það draumur að búa til smá svona braut svona í skólanum til að læra að verða jafningjafræðari. Þannig að það mjög mikilvægt. Það sem við erum að kenna í skólanum eru bara ýmis konar námskeið sem tengjast bata. Við erum með kvíðastjórnarnámskeið, þunglyndi, bata hugmyndafræðin sem ég var svona aðeins að lýsa áðan, sjálfstraust og samskipti, vellíðan og heilsa, geðrof. Við erum til dæmis með okkur að segja, við reynum að hafa þetta allt skemmtilega námskeið. Þunglyndisnámskeið er skemmtilegt námskeið. Þannig að við sjáum ekki tilgang í því að bjóða fólki upp á að koma og fara leitt heim úr skólanum, það væri fáránlegt. Við meira þess að búum til skemmtileg nöfn á námskeiðin okkar. Þannig að geðrofsnámskeið okkar heitir geðrof, ekki eins klikkað á því haldið. Þannig að það er bara gott nafn. Markmiðasetning, svefnnámskeið, minnisnámskeið, sköpun og bati í náttúrunni, það er líka, tengist aðeins því sem þú varst að segja, Óli, náttúran skiptir okkur miklu máli og rannsóknir sýna það til dæmis að það hefur miklu meira gildi fyrir veljan og ánægju að hreyfa sig úti en inni. Þannig að fara í líkamsrækt er bara fínt, það er ennþá betra að fara og hlaupa úti og ennþá betra að fara í skó eða vatn. Og ég veit ekki ekkur. Svona erum við bara einhvern veginn innstilt. Samfélagið, sjálfsumhyggja og núvitund og húmor og bati sem er eina námskeið sem ég kenni. En það skiptir líka máli. Ég og Sigrún Sigurðardóttir sem er jafningjafræðari og við kennum það námskeið og það er mjög skemmtilegt og mikið hlegið þar. Ég ætla ekki að ég veit að ríkisstjórnin tók tímann minn, en við reynum að láta nemendur og unga nemendur í skólanum ráða svolítið ferðinni. Þeir óska eftir vissu námskeiðum til dæmis og við reynum að hlusta á fólk og við höfum á síðasta ári þá þegar við búin að fara með 2 bekki í gegnum skólan þá hugsaum við þurfum við að skipta hópnum og ég talaði við fólk og við Ester gerum það í skólanum og komst að því að unga fólki vildi vera í ungmennabekk og við prófum það og við ákváðum bara að gera tilraun vegna þess að þetta við erum í þróun og við þurfum að prófa hlutina og það kom í ljós að það er betra. Við skiptum hópnum þannig að það er 18 til 28 og svo 28 og upp úr almennu bekkur. Og þetta hefur svona nokkra afleiðingar.
það meiri samstaða í unga bekknum eftir að við skiptum þessu svona, minna brottfall frá námi og annar andi, fólk tjáir sig öðruvísi. Ég var búin að heyra frá ungu fólki, ég bara nenni ekki að hlusta á sögur barnabörn og frítt í strætó og fullri virðingu. Og þetta hefur skapað svolítið annan anda. Þetta hefur reyndað það í för með sér að ungt fólk kemst fyrr inn í skólan. Vegna þess að við tökum þá framfyrir af biðlistanum þá sem að passa í ungmennabekkin. Það erfiðara að ná til ungs fólks en eldra í svona námi. Meðalaldurinn í Bataskólanum hefur verið 40 ár og ég held að hann hafi lítið lækkað. Þannig að þegar við byrjum ungmennabekkinni fyrra þá fórum við sérstakt kynningarátak til þess að kynna skólan fyrir ungu fólki, fórum á FM og bara það útastöðar sem að fjalla ekkert mikið geðheilbrigði en það var mjög gaman og það skilaði sér. Maður alltaf velkomin á gufuna og bara fínt. En við þurfum líka að hugsa stundum út fyrir ramman. Þetta það helsta sem ég ætla að segja ykkur, við leggjum mikið upp jákvæðni í skólanum, við reynum að hafa þetta ekki eins og hefðbundin skóla. Fólk sem kemur í Bataskólan, ég bara get sagt ykkur það mjög margt að því fólki hefur ógeð á skólakerfinu og það bara þurfa að setjast í bekk og eitthvað svona og það erfitt. Þannig að það þarf ekkert. Og við bara reynum að brjóta þetta upp þannig að fólk geti farið fram og fengið sér vaskglas í miðjum tíma eða látið sér bara líða vel og ég held að okkur hafi tekist það. Við reynum að skapa mjög jákvæðan anda og við notum til dæmis eitt sem að fólk búi til sín eigin gildi í bekknum. Þá skrifar það upp svona hugkort í fyrsta tímanum, jákvæðni, vera maður sjálfur og ýmislegt svoleiðis. Með því að fólk búi til sín eigin gildi að þá þau líklega til þess að vilja fara eftir þeim. Þannig að það mjög lítið og aga vandamál, það bara þekkist ekki í okkur. Þeir sem hafa farið í gegnum skólan og nýtt sér hann og sagt okkur svona frá sinni reynslu, þeir tala að þeir hafa fengið í gegnum skólan fræðslu sem þá skorti á einhverjum sviðum, fólk velur sér námskeið eftir áhuga. Virknin að mæta 3 í viku skiptir líka mjög miklu máli fyrir marga. Og það erfitt, ef að fólk getur það ekki, að þá leyfum við að fólk komi og dreifi náminu á lengri tíma. Og svo félagsfærni sem að fólk fær í skólanum, í tímum, tjá sig í tímum, og í frímínútunum og út að reykja. Það skiptir líka mjög miklu máli. Þannig að maður sér fólk koma í skólan, ég bara segi, það kom hérna kona í fyrsta tíman hjá okkur dag, ég var að taka á móti 9 árgangi og kona sem hafi verið í skólanum og þetta var svo fallegt, hún gekk upp á töflunni, heyrði hann í mér ekki og hún teiknaði lítið kall, svona, hún að prigg, hún sagði þetta ég þegar ég kom í skólan og ég hafði ekki sjálfstraust og ég var hrædd og mér fannst ég vera svona. Mér fannst ég vera ömurlega og lítið og svo teiknaði hún risastóran kall og sagði þetta ég nú. Og ég bara klöknaði, mér fannst æðislegt. Ég get sagt okkur ýmislegt annað, ég ætla að hlaupa aðeins hratt yfir sögu. Það ég þarf ekki að lýsa, það önnur áhugamál, það önnur sjónarmið sem hjá ungu fólki og sum sjónarmið ég ekkert sammála, til dæmis kannabisneyslu og ýmislegt annað sem maður rekst á, maður sagði, þetta skrítið sjónarmið og en það rosalega mikilvægt þegar maður lendir í því að hitta ungt fólk með annað sjónarmið en maður sjálfur að niðurlægja ekki og reka ekki eitthvað ofan í fólk. Við erum þarna til að fræða, þetta skóli, þetta ekki innræting. Það líka mikilvægt, mér langar að nefna við ykkur í Berginu að það mikilvægt að eiga í heilbrigðum samskiptum við aðstandendur
og nemendur eða ykkar tilviki skjólstæðinga eða hvað sem þið viljið kalla það. Það ákveðin pressa á okkur í Bataskólanum frá foreldrum að fá upplýsingar eða skipta sér af. Og það bara, þarna veggur á milli. Nemendurnir ráða sínu námi, aðeins þeir geta fengið upplýsingar mætingu og hvað þeir að gera. Skiljið. Þetta mjög mikilvægt að skilja á milli. Og þetta getur verið svona ákveðin áskorun. Þegar við höfum verið að kynna skólan, og það held ég sé eitthvað sem mig langar að miðla líka til ykkar, við höfum gert það á jákvæðunótunum. Við höfum gert það þannig að það sé gaman, þetta sé eitthvað nýtt, þetta sé eitthvað ný tækifæri og slíkt, og forðast einhvers konar svona heimsvendaspár. Og það, ég held að sé mjög mikilvægt, vegna þess að fólk sem að leita til okkar, það ekki að leita neikvæðni. Það alveg nóg á því. Þannig að ég mæli með því og ég veit að Bergið hugsar á þeim nótum. Við þurfum líka að huga á okkar eigin heilsu og það mikilvægt að hvort sem í Bataskólanum eða Berginu búa til áætlun okkar eigin heilsu. Það ekki tilgangur í því að fara af stað með úrræði eins og Bergið eða Bataskólan ef allir eru búnir á því eftir einhver tíma. Þannig að við þurfum að passa okkur sjálf. Þannig að ég ætla bara að láta þessu loki, ég segi bara innilega til hamingju og mér líst frábærlega á þetta allt og ég vona að Bataskóla Íslands og Bergið verði í nánu samstarfi. Takk fyrir mig.